Þá viljum við syngja saman sálminn númer 131 upp á hæðinni miklu. We will sing next the hymn number 131 on a hill far away. 131. En reikningalesturinn sem er fyrir daginn í dag tekinn hérna úr, nú ætti að koma hérna, the scripture reading. Kemur það? Reikningaversi sem var valið fyrir daginn í dag. Það kemur fyrir hérna. Og það er tekið úr Jósúa bók. Skal við sjá. Svona er að koma. Allt að koma hérna hjá okkur. 24. kafla, 14. og 15. vers og ég ætla að biðja ykkur að rísa á fætur á meðan ég lesi hérna fyrir ykkur versin hér. En það segir: Óttist því drottinn og þjónið honum af fullkomni trúmennsku. Kastið burt guðunum sem forfeður ykkar þjónuðu handan Efrat og í Egyptalandi. En líki ykkur ekki að þjóna drottni, kjósið þá í dag hverjum þér viljið þjóna,
Hvort heldur guðunum sem forfeður ykkar þjónuðu handan Efra eða guðum Amorita í landi þeirra, búið þið nú. En ég og mínir ættmenn munum þjóna drottni. Við skulum lúta höfði í bæn. Kæri himneski Faðir, þakka þér fyrir að við getum komið hér saman í þínu hús í dag til þess að fá að koma saman sem samfélag, til þess að koma hér til þess að lofa þig, hlusta á þitt orð og uppörvast á því að heyra hvað þú hefur við okkur að segja. Bið þess góði Guð að þú blessir okkur hvert og eitt. Þú verður með fjölskyldum okkar hvar sem þau eru. Og ég bið þess að þinn kærleiki sem að þú gefur okkur nýjan á hverjum einasta degi og þín náð, að við mættum færa það til annarra, að það ljós sem að við fáum frá þér endurspeglist, þannig að fleiri mættu finna fyrir hlýju og fyrir þessum kærleika og þessari náð sem þú veitir öllum. Já, góði Guð, við þökkum fyrir þessa stund hér í dag og við biðjum í Jesú nafni. Amen. Og þá skulum við næst finna okkur sálmi nr. 260. We will next sing the hymn number 260, Þótt lítið eigi, 260.
hann hérna kominn til þess að þjóna hérna með úkraínska hópnum okkar. Maybe you want to tell us why I said that you were here to serve. Okay, happy Sabbath everyone. I'm very happy to see you here, and so please accept our greetings from London. So I am a Ukrainian pastor in London Church, Ukrainian Church. And so also I studied in Newbold College, Systematic Theology. Oleg hérna kominn til okkar, hann prestur í London, en hann einmitt lærði líka á Newbold. And also I will be here every second Sabbath during next week. Og hann ætlar að koma hérna annað hvern hvíldardag og vera með okkur hérna á næstunni, já. And so I will be happy to be with you, and so I believe God will work through me and through us, or all together we will do a good job for God, for this beautiful country. Það sem við langar að gera að gera eitthvað gott fyrir þetta fallega land okkar hér sem við erum. Takk. Okay, so let's go to the sermon. Yeah, my sermon today will be it's very special, but you know it's very important because the people. Já, ræðan sem ég ætla að hafa í dag alveg sérstök og sérstakt fólk. Because people do not understand what is idol, even they are in the church. Það ekki allir sem skilja hvað það að vera hjáguð. People do not understand what is idolatry today. Og eða hvað hjáguðadýrkun. They believe this is something is like from old fashion. Þetta eitthvað sem var í gamla daga og við heyrum þá. If I don't have in the house statues or something like old gods from another. Svo ef ég ekki með styttur eða einhvers konar gamla muni sem voru eldri guðir. I don't have problem with idolatry. People believe it. Á ég ekki neinu vandræðu með hjáguðadýrkun. Yeah. And many people neglected this topic. They don't believe it. Og það eru margir sem einmitt bara trúa þessu ekki eða bara horfa fram hjá þessu. But you know, the Satan is very, very clever. En Satan, hann getur nú verið svolítið sniðugur. And today we have a much biggest idols than people had before us. Og það eru í rauninni enn fleiri hjáguðir sem við getum haft í dag meðan við það sem var í gamla daga. Okay, and let's start from the first commandment. It's very important why the first commandment is about don't have another God. Fyrsta boðorðið, það alveg svolítið sérstakt og við skulum byrja þar því að það segir þú skalt ekki hafa aðra guð en mig. You know, Martin Luther said this is very important why he is the first commandment, don't have another God, because if you broke this first commandment, you automatically can break another 9 commandments. Og það sem Martin Luther sagði var einmitt að fyrsta boðorðið mikilvægast af því að ef þú brýtur fyrsta boðorðið þá í rauninni ertu búin að brjóta öll önnur. And this is true. Og þannig það. You shall not make for yourself an idol in the form of anything in heaven, above or on the earth, beneath or worship them. You remember this? Já, þið munið, þú skalt ekki gera aðra guði, hafa aðra guði en mig eða búa til líkneski. Já. And now, what is an idol? It's very important here. Og hvað hjáguð? Þetta svolítið sérstakt. It is anything more important to you than God in your life. Og það það að ef það eitthvað sem meira eða mikilvægara heldur fyrir þig heldur en Guð. Anything that absorbs your heart and imagination more than God. Og eitthvað sem tekur hugaðinn og hjarta frá Guði. Anything you seek to give you what only God can give you. Og eitthvað sem gefur þér eitthvað meira eða þér finnst það gefur þér meira heldur en það sem Guð getur gefið þér. And it can be family and children. Og það gæti þess vegna verið fjölskylda og börn. Or career. Eða starfsframi. And making money or achievement and critical acclaim
or safe in faith and social standing or romantic relationship. Eða að eða auður, eða að ná einhverjum markmiðum, eða það að þú vilji standa þig í svona félagslegu samhengi, eða jafnvel bara í romantísku eða í sambandi. Today, this is the modern idols. Þetta í rauninni kannski nútíma hjáguðir. But you know, before we can preach about God, we need to explain our human beings a little bit, human nature. Og áður en að við kannski getum skilningu, þá verðum við aðeins að skilja okkar mannlegu, bara hvað það að vera mannlegur. And we must understand. Og þið verðið að skilja. People don't choose to serve or not serve. Að fólk velur ekki að þjóna eða ekki þjóna. People choose whom to serve. Heldur það kýs hvern það viljið þjóna. If I say I am not a slave of God, ef það segir ég ekki að þjóna Guði, it doesn't mean I am not slave for another one. Þá þýðir það ekki að ég sé ekki að þjóna einhverjum öðrum. If is God is not in my life on the first place, ef Guð ekki í fyrsta sæti hjá mér, something is another in the first þá place. það eitthvað annað sem í fyrsta sæti. And the Bible clear tell us about it. Og Biblían alveg skýr varðandi þetta. And the first one, yeah. Og fyrsta hér. I would like to show you how you can serve to your family or your son. Já, hér get ég séð varðandi son eða fjölskyldu. You remember the story about Abraham and his son Isaac, you remember? Þið munið söguna Abraham og Ísak. Why God tell them go and sacrifice your son, you remember? Það sem að Guð bað Abraham að fara og fórna syni sínum. Why God tell them? Af hverju átti hann að gera það? Because son Af því að sonurinn his life í og hans lífi start to be much higher than God. Var farin að fara í rauninni hærra sæti heldur en Guð. Abraham waited the son many years. Abraham var búinn að bíða í mörg ár eftir syni sínum. And for Abraham it was a big desire in the life. Og þetta var hans mesta þrá að eignast þennan son. And Genesis 22:2, you remember, take your son, your only son, Isaac, whom you love, and go to the region of Moriah. Look, take your son, your only son, whom you love. Og hann sagði í fyrstu Mósebók, 22. kafla, 2. versi segir, hann sagði, takk þú son þinn, einkason þinn sem þú elskar, hann Ísak, og far þú til Móríalands og fórna honum sem brennifórn á því fjalli sem ég mun vísa þér á. God shows him, look, your son, only your son, this is your love, it's very important for you. Hann sagði, farðu bara með son þinn, þennan son sem þú elskar, sem mikilvægur fyrir þér, upp á þetta fjall. And this commandment from God to Abraham this is the disaster, you know. Þetta boð frá Guði til Abrahams, þetta var alveg hræðilegt boð. Because to sacrifice kids, it was a big job in the another God, people who do not serve the living God. Og það nefnilega að fórnfæra barni var eitthvað sem var gert í löndunum í kringum þá, en þetta var alveg hræðilegt að biðja að fara með soninn þarna upp á þetta fjall. And do you know, they spent 3 times to go to the Moriah, you remember this time? Já, að þeir tóku tíma að fara upp þetta fjall. And Abraham understood what happened, what he's in your life in the first place, why Isaac is the first place, he understood everything. Abraham, hann skildi þetta að Guð átti að vera í fyrsta sætinu og hann skildi það hvað var að gerast. It's a check in your life. Athugið ykkar líf. I am not don't love your kids. Ég alls ekki að segja það að þið ekki elska börnin ykkar. But kids don't be on the first on your list. En þau ekki í fyrsta sæti.
God must be first on the list. Guð verður að vera í fyrsta sæti. Let's go, I will show you another one. Annað dæmi, You remember the story of Jacob and Rachel. þið munið söguna Jakob og Rakel. This is the story when a love relationship is first on your place and then God. Og þarna dæmi það sem að samband var komið í fyrsta sæti í stað Guðs. And Genesis 29, 16, 20, yeah? Og hérna í fyrstu Mósebók 29. kapla 16. til 20. vers. Now Laban had two daughters. The name of the older was Leah, and the name of the younger was Rachel. Leah had weak eyes, but Rachel was lovely and from beautiful. And Jacob was in love with Rachel. So Jacob served 7 years to get Rachel, but they seemed like only a few days to him because of his love for her. Já, en Laban, hann átti 2 dætur, hinn eldri hét Lea og svo yngri Rakel. Lea var daufeygð en Rakel var bæði vel vaksin og frín sínum. Jakob elskaði Rakel og því sagði hann, ég skal vinna fyrir því 7 ár til að eignast Rakel yngri dóttur þína. Laban svaraði, það betra að ég gefi þér hana en einhverjum öðrum manni. Vertu kyrr hjá mér. Look, the last one. So Jacob served 7 years to get Rachel, but they seemed like only a few days. Já, að þá var að Jakob sagði 7 ár en í rauninni leið það bara eins og nokkru dagar. To him because of his love for her. Vegna ástar hans á Rakel þá var það þannig. You understand? That Rachel was more higher than God in Jacob's love. Rakel skipti hann öllu máli, ég vil meira en Guð. Yeah, this is not because of, you know, why? Because of his family relationship before. You remember the story that Jacob was left his house and go to the Laban. You remember this story? Þið muni kannski forsögu Jakobs þarna, hvernig hann fór að heiman og hvernig hlutinni voru þá. And he believed, you know, that this is love for Rachel. Rachel will be like full of his life. Já, þetta hérna samband vegna forsögunar þá var þessi kærleikur svo mikilvægur fyrir hann. And this was idol for Jacob. Yeah? And you remember how he is finished when he came back from Laban to remember. Og þið munið hvernig þetta endaði þegar hann kom frá Laban. And he fought with God. You remember. Og hann sem sagt fór og rökræddi við Guð. And you know he asked them, I can't leave you when you didn't bless me. You remember this? Já, og þá sagði hann, ég get ekki farið nema þú blessi mig, fyrir ég blessi þig þarna með stigann. And Jacob understood this, that God is the big blessing in his life, then this love relationship. Já, og þetta var þetta sagan stigann þegar hann vill að Guð blessi sig, þannig hann gerði sig grein fyrir Jakob að Guð var átt að vera í fyrsta sætinu og svo kemur þessi saga hérna Rakel. Let's go to the another. Money. Money is a big idol today for people. Peningar eitt stærsti hjálpuð dagsins í dag. And so you remember the story about tax collector, Zacharias, you remember? Og þið munið söguna hann Sakkeus sem var tollheimtumaður. Who was Zacharias? Hver var þessi maður? He served to enemies. Hann þjónaði óvininum. And collect money. Og safnaði fé. From his people. Frá sínu fólki, frá gyðingunum. What it means? It means he loves money, like all money. It was like the first in his life. Já, peningar voru númer 1 í hans lífi. If you are ready to serve
to your enemies ef þú ert and tilbúin að Again, þjóna yes. óvinnunum against your people, against your brother, sister, Eh, for money. á móti í rauninni gegn samlöndum þínum eða þínu fólki, It means you love money very, very. So for you, money is þá þýðir það að þú í rauninni ert mjög, þér þykir mjög væntu peninga. And so what happened then he met Jesus? You remember, no? Munið hvað gerðist þegar hann hitti Jesú? And one of the reasons Luke brought Zacharias to our attention was that he was not just a regular tax collector. En í rauninni var hann ekki alveg venjulegur tollheimtumaður. He was an arch tax collector. Hann var, hann var svona yfir tollheimtumaður. He lived in Jericho and was most hated member. Og hann bjó í Jerikó og hann var bara mjög illa séður af fólki. But Zacharias stood up and said to the Lord, En hann stóð upp og sagði við drottinn, Here and now I give half of my possessions to the poor. ég mun núna bara gefa helming eigna minna til þeirra fátæku. And if I have cheated anybody out of anything, I will pay 4 times the amount. Og ef ég hef platað einhverja aðra, þá ég tilbúin að borga þeim ferfalt tilbaka. Zacharias understood the money, yes. Again, it was higher than God in his Hann hafði gert sig grein fyrir að peningarnir voru komnir í fyrsta sæti og komin á hærra stall heldur en Guð. But this is not enough. En þetta ekki bara það eina. Even you can imagine I'm in the church. I am very good man. Can be idol in your life. Það að vera góður vinur getur verið mjög líka verið hjá Guð. You can see I am Adventist and I am better than another one out of the church. Já, ég hérna í kirkjunni og ég eitthvað betur en einhver annar. This can be like idol the same. Það getur líka verið hjá Guðadýrkun. You remember the Jonah story? Munið þið söguna Jónas? Jonah did not want to preach to Nineveh because he decided that Nineveh must be perished. And it is up to God, not us, to decide who will be saved. Jónas, hann í rauninni vildi alls ekkert predika í Nineve. Why Jonah did want to go to Nineveh? Af því hann vildi í rauninni að þeir færust. Because Nineveh was the enemy to the Israel. Because Nineveh was against to the Israel. Já, að í rauninni í augum hans var Nineve bara alveg ómöguleg borg og á móti því sem hann stóð fyrir. But who will be saved? This is not our choice. This is God's choice. En það ekki okkar val hver mun frelsast. Our aim is to go to preach about God. You want to Preach about Já. evangelize. Já, það að ég vilji fara út og predika og segja frá Guði. But we are not to judge who Já. will be with God or not. Við erum kölluð til þess að fara út og segja frá Guði, en við erum ekki að fara út og dæma fólk. And that can be idol in your life. Já, og það getur orðið í rauninni líka hjá Guði í lífi okkar. Okay, let's go now and to see how we can check. Þá skulum við fara og sjá hvernig við getum í rauninni merkt við If we have idol in our life. hvort að við séum með hjá Guði í lífi okkar eða ekki. It's very easy. Just check yourself here. Þetta bara mjög einfalt. Þið bara hugsið ykkur sjálf. What do you think about most in your life? Hvað það sem mikilvægast í ykkar lífi? Maybe I don't know. Maybe you want to have a house. Kannski viltu eignast Or car or something, einhvern annan bíl. And you can check yourself.
Hugsið hvað það sem að þið viljið mest í lífinu. And the second Og one, nummer tvö. what exactly do you spend more money and time on? Og það annað sem að við getum skoðað hjá okkur, hvað það sem við eyðum tíma okkar í og peningum? And this can be all in your life. Yeah. You can check Like- yourself. Það getur verið alls konar. And the third one, yeah, Og þriðja, how you serve God. hvernig þjónar þú Guði? What I'm doing in the church. Hvað erum við að gera hérna í kirkjunni? I have desire to be in the church. I have desire to be. Hvað langar ykkur að gera? Hvað það sem að kallar ykkur? Just check yourself and you will see. Kíkið aðeins svona inn á við hjá ykkur sjálfum. And what I would like to desire for you Það sem ég myndi vilja sjá, is remember the words of Paul. You remember Apostle Paul, muniði Pál Postula, how he represented. hvern hann í rauninni var að vinna fyrir. I am Paul, and the next one, slave of God. Það sagði hann, ég Pál, þræll eða þjónn Guðs. What this means? It means for Hvað þýðir það? Paul, this is the best what you can desire here. Þetta í rauninni það sem Pál sagði það sem að við í rauninni ættum að leitast eftir. To be a slave of God means Að vera þjónn eða þræll Guðs, in your life will be only God's will. að líf þitt sé aðeins fylgt Guði. Já, fylgt. And this is wonderful. Og það stórkostlegt. Please be slave of God. Endilega ég bið ykkur að vera þrælar eða þjónar Guðs. Amen. Amen. Thank you, Oleg, for your word here, and we will now have a music item. Bernice. There will be a music item, and Bernice, is that right? Yeah, you will. They will have a music item for us, and Bernice, she is from Ghana and staying here in Iceland. Thank you.
we love to see all this multicultural and that, you know, to bring some life to us here in Reykjavík. Thank you so much. We appreciate that. Takk fyrir Jenny og Bernice. Erum við ekki þakklátt fyrir að fá svona mismunandi kultúr hérna með okkur í kirkjuna hér. Ég allavega mjög þakklátt fyrir það. Þannig að og svo einmitt Úkraínu og við erum bara, já, við erum bara hluti af einni heild hér í heiminum. En við skulum þá syngja lokasálminn saman, Skúli. Við vorum að syngja sálminn númer 322. We will sing the final hymn number 322. Talaðu til mín, Jesú. 3, 2, 2.
verður sérstaklega gaman að fá svona líflegan og skemmtilegan undirleik Júli. Nú og svo var hann með leksjuna líka, þannig að takk fyrir það. Takk Oleg fyrir að deila orðin með okkur og takk fyrir dyravörslu og útsendingu og tæknimál og allt annað sem þarf að vera til þess að það geti virkað. Thank you all for coming here today. We're so grateful for the music items, for school is playing, accompaniment for Oleg and the technicians and all of you who participated today. And I have to say I'm especially thankful for guests that we have here today. Við erum hérna vini okkar frá Noregi, Logi og Jóhanna eru hérna hjá okkur og svo langar mig sérstaklega því að það fjölskyldan mín, Lára og Svana. Takk fyrir, það gaman að sjá okkur hér í dag. Þær búa í Noregi og við höfum ekki sést í mörg ár, en takk fyrir að koma og deila þessar stundir með okkur hér í dag. Erik, þú hafa blessan að vera hérna fyrir okkur. Drottinn blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplifti sínu augliti yfir þig og gefi þér sinn frið. Í Jesú nafni. Amen. Bara minni ykkur á að þið eru boðin hérna í hliðarsalinn þar sem við getum átt saman samlítið samfélagi að matur og leið þér. Takk fyrir í dag. Yes, remind you that you're welcome here to the hall.